Klárlega, hvernig var bara að spila þennan fótboltaleik? Bara típiskur leikur á Íslandi í stormi og ja, miklum vind og típiskar íslenskar aðstæður. Bara ekkert sérstaklega, ég veit ekki hvað ég að segja, þetta var ekki okkar besta frammistaða í þessari þjóðadeild, en að sama skapi að þá þegar maður hugsar þetta, þær eru ekki að skapa sér nein færi og það er jákvætt af því að þær eru með virkilega góða einstaklinga og mörkin sem að skora er af því að við erum að slökkva á okkur en ekki af því að þær eru að skapa eitthvað svona risafæri, þannig að það er eitthvað sem við verðum að taka með okkur og þetta má ekki gerast og sérstaklega ekki á EM. Fyrir hálfleikurinn fengum heldur betur stöðu þar, hefðu ekki brátt að nýta vindina aðeins betur? Jú, klárlega, við fáum náttúrulega reboundið sem ég fæ og svo fær Svindís fínt færi stuttu seinna og við hefðum getað nýtt okkur oftar að reyna að sækja föstu leikadriðin af því við vissum að það er eitthvað sem að þeim myndi ekki líða vel með og eitthvað sem við vitum að við erum góðar í. Þannig að svona eftir á að bæði halda betur í boltann, skapa upp stærri færi en líka að sækja þessa hluti af því að þetta eru hluti sem við erum góðar í og vindurinn náttúrulega hjálpar í þessu. Þannig að kannski svona, já, helst það myndi ég segja. Mörkin sem þær skora eins og segir, þetta er bara við að slökkva á okkur og þetta má ekki gerast þegar við erum komin á stóra sviði á EM. Já, bara fyrsta marki er enda rángstað, er einhver búinn að segja mér. En já, þetta er aftur þessi litlu atriði og þetta má ekki gerast, við verðum að vera þétta tilbaka og við verðum að taka hlaupin sem er að koma inn og venda hjarta okkar og við gerðum það ekki í þessu 2 skipti og það er skora og það er það sem gerist þegar við spila á móti heimsklassa leikmönnum. Fullt, eins og segir, þetta var rángstæð, fullt að vita að þetta var rángstæð fyrra markið? Já, þetta er það en þú veist, jú, það náttúrulega breytir leiknum að þær skora 1-0 og af því að þær voru ekki búin að skapa sér neitt. Það gefur þeim sjálfstraust og við náttúrulega erum komnar í smá brekku þá og við erum á móti vindi, við vissum að það yrði erfitt að skapa eitthvað úr því. En algjör óþarfi að leikurinn fari 2-0 finnst mér. En já, eins og segi, þetta upp á stöðunni í riðlinum, þá skiptir engu máli. Það hefur verið alveg eins þótt við minni leikinn, þannig að við tökum þessi 3. sæti og förum bara í þetta umspil og rústum því. Svona fyrirfram þá er ekkert slæmt að lenda í 3. sæti í A-deild á móti svona sterkum þjóðum, þannig að já, það er bara eins og það er. Hvernig var bara upplifunin að spila hérna á Laugardalsvelli í síðasta heimaleikinn fyrir framan íslensku stuðningsmennina í bara gulviðurinn var nýtekin og gildi ára leikurinn hófst? Bara völlurinn geggjaður, grasið geggjað. Það heyrðist vel í stuðningsmönnum í kvöld þótt að veðrið hafi ekki verið frábært, þannig að gríðarlega þakklátar fyrir þá sem að gera þessi ferðinga og koma á leikinn þrátt fyrir aðstæður. Það er ekki, já, við vitum að það er skemmtilega að horfa heima í hitanum en já, bara gríðarlega þakklátar fyrir þá sem komu og hefðum verið til í að gefa þeim betri úrslit. 10 leikir í röð án sigurs, hversu mikilvægt er að fara til Serbíu núna í síðasta leiknum fyrir EM og vinna þann leik? Jú, þetta er það óska staða en ég held að við munum líka neyta þennan leiki að vinna í ákveðnum hlutum fyrir EM, þannig að sá leikur mun kannski ekki vera svona típiskur leikur og ég gerir ráð fyrir að við nýtum hann í ákveðnar hluti sem við þurfum að skerpa á og auðvitað langar okkur að ná í sigur og fara með svolítið sjálfstraust inn á EM en fyrir okkur sem hóp þá er það bara þeir blaðamenn sem eru að tala að við séum ekki að vinna leiki. Þetta er ekkert sem að truflar okkur þannig eða við erum ekkert að láta þetta komast til okkar. Þannig að já, eins og ég segi, við getum bara stjórnað frammistöðunni og í mörgum leikjum í þjóðdeildinni hefur hún verið flott og það er það sem við ætlum að taka með okkur. Við, eins og ég segi, þótt við munið þetta við höfum samt lent í 3. sæti, þannig að akkurat núna þá þýðir ekkert að vera að horfa tilbaka á það, við þurfum bara að horfa fram á við og undirbúa okkur vel fyrir EM og láta sigurinn að koma þar. Hvað ætlar þú að gera bara svona persónulega fyrir Evrópumótið? Núna félagsliðið það er búið, hvernig ætlar að undirbúa það fyrir mótið? Ég ætla bara að taka mér stutt frí núna og svo bara byrja að æfa og undirbúa mig. Ég verð bara út í Þýskalandi og æfi þar bara, já, á campus og undirbúa mig þar og svo hittumst við með liðinu í Serbíu í undirbúning. Spennt? Ég er mjög spennt.
ég mjög spennt í að fara inn í mótið með þessu leiða því að þetta frábær hópur og mér finnst við hafa verið að bæta okkur og ég spennt að sjá hvað við getum gert saman. Takk fyrir að glóta þessu gangu vel.